Góða daginn, strákar. Herru, ég tók eftir í vikunni, var að hugsa út í þetta. Ég sé alltaf góða daginn, strákar. Þið eru alltaf ekki strákar, þið eru menn. Þannig að my bad að alltaf vera að segja góða daginn, strákar. Það er bara svo eitthvað easy að segja, ég veit aldrei hvernig byrja hennar þátt. Þannig að það er bara góða daginn menn, alvöru menn. Í þessu þætti ætla ég bara að tala eiginleika sem menn eru með og þetta verður mjög svipar og seinsta þáttur. Þannig ég ætla bara að taka aftur fyrir þegar þetta er ákveðin eiginleiki sem maður, alvöru maður, þarf að vera með. Og það er að gera hluti alveg saman hvernig honum líður. Og ég ætla að fara að stýpra í þetta, tala meira þetta. Og svo næstu 2 þættir ætla að hafa líka svona alvöru eiginleiki sem menn eru með. Og það eru, sem sagt, jafnari sýn á heiminn. Það verður næstu þáttur. Það er miklu dýpra heldur en menn gerir sér grein fyrir. Að vera með jafna sýn gerir miklu meira heldur en bara að vera sammála öðrum eða vera ósammála hinum. Er að vera með eiginleikana að geta séð hlutina frá miklu fleiri sjónarhornum. Og þú ímyndað að heiliðin er kastali og þú ert bara alltaf með einu sömu hugmyndina fastur á okkur ákveðnu málefni eða bara finnst eitthvað eitt ákveðið bara að vera rétt, allt annað er vitlaust. Það er ekki mjög spennandi. En ef þú verður með þann eiginleika að þú getur bara hoppað og skoða aðra sýn á heiminn, aðra skoðanir sem annað fólk er með og pröfu að sjá hlutin frá þeirra sjónarhorni og miklu meira heldur bara að sjá annar manna skoðanir er að þá verður kastalinn bara með 1000 hurðum, 1000 herbyggi sem er rosa spennandi og gaman að fara inn í. Þú ert alltaf að sjá eitthvað nýtt, alltaf að læra eitthvað nýtt. Og ef þú ert með þannig sambandi við sem að þegar kemur á konum þá færir miklu svona dýpri karlmennsku. Þegar staðan fyrir að vera með 2 hurðar til að skoða eða bara vera fastur inn í einu herbygginu, skilur bara með 1 herbyggi og ég kemur tíðin og ætla að koma og kíkja inn í hitt herbyggi. Það er mjög næsina. Við erum með útsýni og við erum með kíkja, tölvu og whatever. Bara önnur skoðun, önnur herbyggi, annað herbyggi. Þú bara, nei, ég er búin að vera inn í þessu herbyggi og ég er bara til með að trú að þetta sé bara flott og bestasta herbyggi. Þannig ein skoðun. En þegar þú opnar hugan þá ertu komið með bara 1000 herbyggi og það er miklu meira spennandi að þú getur farið inn í herbyggi og bara skoða, sjá það. Og þegar kemur á konunum þá er þetta mjög spennandi að þú fer miklu meira dýpt inn í sjálfa þig og þá getur þú og hún farið inn í þessi herbyggi, skoða, sjá þetta herbyggi. Það er eitthvað kista hana út í horni, fyrir maður skoðum hana, pælum maður í þessu. Og allavega, svo er að 3. þátturinn sem verður hótanir, að það hóta er ákveð verkfæri sem við erum með. Ég hef sagt þessu þætti að þú getur heyrt þegar menn eru að nota strákakerfi, stráka hugsun og hátt, svona stráka blúdprint. Og hótanir er eitt af því sem maður heyrir menn nota og þá veit maður að þeir eru ekki alveg menn. Það vantar ákveð upp á þroskana þeirra og það verður 3. þátturinn. Ég ætlaði fyrst að hafa þetta allt saman einu þætti en ég ákvaði sem bara að splitta sig niður í 3 þætti, gefa hverjum einu þætti meira svigrúm, meiri tíma til að tala þetta. Alveg eitt sem langaði að segja að gegnum tíðina er ég alltaf búin að vera svona að leitast eftir svörum. Fór eins og til dæmis svona námskeið með Tony Robbins sem kostaði fleiri 100.000 kallað svona business mastery. Og þarna eru fólk sem er bara ekki með fyrirtæki, fólk sem er að byrja að stofna fyrirtæki og þetta eru nokkur 1000 mann sem er á því. Og fólk sem eru orðið milljónamæringar, eiga fyrirtæki sem er að gera alveg 100 milljónir í tekjur og hagnað og allt svoleiðis. Þannig að hann þarf að kenna, þannig að allir fá eitthvað fyrir sinn snúð. Á þessu námskeið, þetta er alveg vikunámskeið eitthvað svoleiðis. Og ég hélt alltaf að það væri svona eitthvað leynisvör. Fólk vissi eitthvað sem ég vissi ekki. Eða það var með eitthvað svona leynitricks eða það var með eitthvað svona, það gerði eitthvað miklu betra en maður sjálfur. Eða það er svona eitthvað svona upplýsingar sem maður vantaði eða þurfti að læra eða eitthvað svona algjört leyni eða það þurfti ekki við leyni, bara eitthvað svona algjört svona life hacks. Svo fer hann að kenna eitt á þessu námskeið og ég var bara af hverju er hann að kenna þetta? Þetta er bara mest basic thing sem ég veit og ég trú ekki hann er að kenna milljónamæringu þetta og ég trú ekki að maður var að borga svona mikið pening til þess að fá að læra þetta. Það var hvernig þú átt að taka sjálfaðu upp með síman fyrir fyrirtækjarekstur. Hann að tökja bara upp síman, þú ert að halda hann uppi, þú ert að horfa í myndavél, ekki að horfa sjálfaði, getur staðið út í glugga til þess að fá góða lýsingu og það var bara 2 tíma process að útskýra þetta og af hverju þetta skiptir máli á þeim tíma og þá fekk ég svona uppgötvun. Mikið af sem við höldum að við þurfum að læra eða að komast að það sé eitthvað svona mikilvægt eða eitthvað svona stór hlutir eða eitthvað sem við aldrei heyrt áður og eitthvað sem kannski við höfum ekki heyrt áður en við höldum að þetta sé alltaf bara eitthvað major thing eitthvað lifehacki til þess að ná langt í lífinu er bara eitthvað svona major thing sem bara mjög fáir gera sem er alveg rétt, mjög fáir gera því að kannski ekki margir
hugsa út í að pæla út í það. Í grunninn þetta allt geðvikt basic. Í grunninn þetta geðvikt allt einfalt sem við þurfum að læra og þurfum að gera. Það ekkert eitthvað þessi stóri hlutur sem margir vita eða fái vita og eitthvað svona leynitricks. Þetta felst allt í bara basic hlutum, bara grunninn bara geðvikt einfalt. Og sama eins og ég að tala núna. Geðvikt einfalt að vita og skilja, en svo kannski að fara eftir því, en þetta það sem virkar. Þetta bara sem skiptir mestu máli. Bara eins og eitthvað dæmi sem maður heldur að sjálfstraustu komi þegar maður komi með flotta líkamann, eða maður líður vel en maður komi með peningana, eða þegar maður búin að afreka stóra hluti, þá kemur sjálfsöryggið, eða þá kemur the happiness eða eitthvað svoleiðis. Eitthvað segir svona þetta major stóra thing og þá verður allt ok í lífinu. Eða maður verður alvöru maður þegar maður komið peningana og komið líkamann og getur 100% öruggur og sjálfstraustið og eitthvað svoleiðis. En í grunninn þetta bara mest basic thing sem við þurfum að gera. Og það að öryggi og sjálfstraustið kemur ekki þegar við erum búin að ná þessu. Þó að gerir eitthvað ákveði leiti, maður líður vel og sjálfstraustið kemur. En það ferðalagið þangað hversu mikið maður stendur við sjálfa sig, það sem maður segist alltaf gera, ekki að svíkja sjálfa sig. Þannig að þetta byrja í dag, að byggja sjálfstraustið bara nákvæmlega í dag. Maður þarf ekki að bíða eftir sjálfstraustið, sjálfsöryggið eða hamingjan komi eftir 1, 2, 3 ár. Eða bíða að fyrirtækið sitt verður orðið gott, þá getur maður hamingsamur. Nei. Það byrja í dag. Og það einmitt að gera hlutin sem að lofa sjálfum sér. Það kannski mikið sem ég tala sem rosalega einfalt og get basic og maður bara svona, ákveðst að tala svona einfalt og basic hluti, ég vissi alveg að þessu, ég heyrti þetta áður, en það það sem skiptir máli, það það sem virkar og bara svona grunninn get einfalt. Ég var að leitast sjálfstrausti, sjálfsöryggi og alltaf að afreka svo mikið og gera svo mikið og lofa mig svo mörgu og ég fyrirtæki og gera alltaf þessa hluti. En alls sem kannski ég náði hluta til að gera það og náði ferlinu. Mesta sjálfstrausti kom þegar ég ákvað að lofa sjálfum mér að gera 1 hlut á dag og klára það. Af því ég komst að það betra að lofa sér að gera 1 hlut og vera sáttur með það, heldur en að lofa sér að gera 10 hluti að við ætlum að afreka heiminn, við ætlum að vera svo duglegir, við ætlum að byrja ræktinu, við ætlum að gera svo marga hluti, að við lofum okkur kannski að gera 10 hluti en náum að gera 5, sem því við gerum fleiri hluti heldur en eina hlut, en að því við gerðum bara 5 af 10, þá líður okkur eins og allan að mér svo failure. Ég náði ekki að gera það sem ég sagðist alltaf að gera. Ég lofa sjálfum að vera svo duglegur en ég var ekki duglegur. En samt var ég duglegur að gera þessa 5 hluti heldur en að gera þennan eina hlut. Því ég fór bara svona minka þetta og ég var oft búin að heyra bara taktu lítið skref, taktu bara lítið í einu, ekki reyna svona stóru hluti, ekki, ég ekki að segja ekki miðahátt, hafðu stór markmið eitthvað svona. Byrjaði lítið, af því að ég geri meira í dag með þessa reglu að reyna að gera 1 produktiv á dag heldur en að lofa sjálfur að vera produktiv mjög mikið. Þannig að já, og svo annað sem að bæta við hérna frá einu þætti sem ég var að tala við erum alltaf að bíða eftir leyfi og ég enda þáttur með að ef þú ert í vinnunni, ekki bíða eftir leyfi eða bíða eftir að yfirmaður að setja þau fyrir verkefni. Vertu svolítið duglegur að finna verkefni sjálfur, vertu sjálfstæður í að finna lausnir, sjálfstæður í að betur bæta fyrirtæki sem þú ert að vinna hjá, gera eitthvað betur og kom þú með hugmyndina og gerð þú það. Það segir okkur að við erum mjög sjálfstæðir og það líka mjög aðlaðandi þegar kemur að konum. Mjög gott að geta verið með þannig eiginleika að vera sjálfstæðir í lífi, í vinnu og alls það sem við erum. Og gegnum tíðina til dæmis var ég að vinna sem pípari. Ég þoldi ekki að fannst ljótt, svona hanglaofnar inn á baðherbyggi og ég ólærður, ég samt unnið sem pípari. Ég að vinna í Grindavík fyrir nokkur árum. Og það að vera að setja upp hanglaofn og ég svona finna út hvað á að setja upp hanglaofn og ég svona horfa á þetta og ég bara vola finnst mér þetta ljótt að setja upp ljótan hanglaofn. Þá fer ég heldur að hugsa bara af hverju ekki hægt að setja svona gólfhita í vegginn og svo bara flísar og snaga. Þannig að veggurinn heitur og þá hefur hann sama eiginleika og hanglaofnin. Hanglaofnin bara til þess að þurrka hanglaðin miklu fyrr og til þess að hengja þau. En okkur getur ég bara sett gólfhitan í vegginn og svo bara flott að snaga. Og þá losnar við hann að ljóta hanglaofn. Og ég hendi þessu hugmynd út bara. Og þeim líst svo vel á hana, fólki sem var að byggja baðherbyggja á sér, að þau gera þessu hugmynd. Svo hætti ég að vinna sem pípari og 5-7 árum síðan byrja ég aftur að vinna sem pípari en í bænum. Og þá þessi hugmynd komin bara út allt. Þá miklu fleiri manneskjur að byrja að nota þetta. Kannski kom þetta frá mér, kannski kom eitthvað annar með þessu hugmynd. En þetta svona bara að fá hugmyndir, ekki bíða eftir leyfi. Og annað dæmi, ég að vinna
að búa til fæðubótaefni. Ég bara starfsmaður á golfi, ég bara lægsta stéttin í fyrirtækinu sem starfsmaðurinn. Ég kem bara með hugmynd af koffíntöflum. Þeim líst vel á þetta og svo fer ég líka að skoða koffein og eitthvað svona og kynna mér þetta. Og það efni sem heitir L-theanín. Ef þú blandar því með koffinni þá minnkar kvíða. Það er svona staðan fyrir að vera of hyper, of svona high on koffín, bætir L-theanín og þá verður miklu jafnari og fær meiri fókus, meiri einbeitingu. Og það maður í fyrirtækinu sem vinnur við að bara búa til vörur og vita allt þessi efni. Og hann vissi ekki þetta efni og enda vörunar, þessar koffíntöflur, eru búna til gerðar með L-theanín. Af því ég bara, ekki býða eftir leyfi, ekki býða eftir samþykki. Já, þannig að mér langar bara að koma þessu á framfærir. Af því að svo þið geti verið sjálfstæðir og koma með ykkar eigin hugmyndir og reyna að gera góða hluti. Og ef ég einhver fyrirtæki að reyna að spara pening að finna leiði til þess að gera hluti fljótari eða ódýrari, þá reyna ég að koma þessu hugmynd á framfæri. En menn býða bara alltaf. Þú ekki eða vilja ekki eða pæla ekkert í því. Vertu sjálfstæðar og vertu þorin og fyndu þína leiðir. Þannig að hálfa að byrja með þáttinn. Ég held ég hef aldrei verið eins lengi að byrja einn þátt. Þannig að bara byrja alltaf strax. Þannig að þau eru ekki að hlusta og mig tala eitthvað þvælu. Velkomnir í eiginleika númer 1. Við verðum að vera með þann eiginleika. Eða verðum. Ég held að þessi krúsalatrið. Þú getur ekki orðið alvöru manni fyrir en þú ert með þennan eiginleika. Og þetta er eiginleiki sem við þurfum að þjálfa okkur. Og þegar ég var yngri var ég að hlusta mikið á tilfinningunum mínar. Var bara, menn gátu tjá sig á þess að skamma sín tilfinningunar og tala tilfinningunar var svo holdt og gott og rosa fínt, skilur. Og maður var bara mikið að elta tilfinningunar. Og ég leiði tilfinningunum mínum mikið að stjórna mér. Sem þýddi að ég var alltaf að reyna að leitast eftir leiðum til þess að líða vel, eða leiðum til þess að fá motivation eða hvatningu eða að lesa bækur eitthvað. Það gat ekki skeð neitt í lífinu mínu nema með leið þá gátu hlutunum virkað. Þannig ég var alltaf að leitast eftir svörum við þessu og reyna að laga þetta. Notabene, það er rosa hollt að geta setið í tilfinningunum, það er rosa hollt að geta tala tilfinningarnar án þess að þurfa að skamma sín. Má ekki skamma sín fyrir sín eigin tilfinningar. Og maður er rosalega sterkur, miklu sterkari maður að geta tala tilfinningar sínar, hvernig líður með stolti og ekki skamma sig fyrir það. Þannig var líka mottóður mitt, þannig ég get alltaf að tala það. Því ofta sem talar eitthvað sem er tilfinningarlega erfitt, því minna hefur að tilfinningarlega áhrif á því. Þannig að eitthvað pirraði eða fyrir taugaði eða eitthvað kemur upp á og þú segir eitthvað manneskja 2-3 svar, þá fer tilfinningi stundum. En það er mjög hollt að geta gert það, en þess að ég er búin að komast á til þess að vera alvöru maður, þá er einn eiginleiki svo verður að hafa. Getur ekki sleppt að ekki vera með hann. Og það er að gera hluti þrátt fyrir hvernig þið líður og hvort þú nennir eða hvort þú vilt það eða ekki. Og alveg saman hvað ég reyndi að skilja tilfinningarnar mínar, reyna að hugsa mig gegnum tilfinningarnar mínar, reyna að búa til eitthvað motivation til þess að komast í gegnum það, eða reyna að leitast eftir svörun til þess að hætta að líða illa eða leitast eftir svörun til þess að reyna að skilja tilfinningarnar, sem er allt gott að blessa og það er partur af þessu, en ekki miskilja, en að láta tilfinningarnar stjórna okkur 100%. Síðan 100% þá förum við eftir tilfinningunum er ekki að virka. Það er ánars ómögulegt. Og ég er búin að reyna í mörg ár að reyna að fara eftir tilfinningunum eða reyna að vinna mig yfir tilfinningunar. En eiginleiki sem við þurfum að vera með, vopni sem við þurfum að vera með, er að geta gert hluti alls ákvæmlega okkur líður. Það bara verður að vera. Það bara partur að vera maður er að geta haft það. Og við náðum því í sumum aðstæðum sem okkur finnst kannski léttari, mæti í vinnuna þó við viljum ekki gera ákveði sem við viljum ekki. En þegar kannski kemur að gera eitthvað sem við viljum fyrir okkur, þá hlustum við kannski ómikið tilfinninguna. Ég er latur, ég er þreytur, ég nenni ekki, mér finnst það óþægilegt. Við þurfum að þjálfa þetta upp í okkur. Þegar þrátt fyrir alla þessa vinnu sem ég laði í mig, þá vantar alltaf kjarnan að karlmennskunni. Alvöru maður byggir upp lífið sitt með ákvörðunum, ekki eftir tilfinningum. Strákurinn í okkur eldir rosalega mikið tilfinningarnar og að elda líka tilfinningarnar er rosalega kvenleg orka þá ertu rosalega mikið í kvenlegu orkunni eða kvenlega hegðun orku og við hugsaðum þetta svona 1 upp í 10 karlmannslega orka og 1 er bara kvenmannsorka. Ef þú ert í 9 karlmannsorku þá vantar líka kvenmannsorku því við erum með karlmannsorku og kvenmannsorku
og heilbrigt að vera í kringum 5 einhvers þar á milli, af því að við þurfum að geta verið í kvenmannsorkunni og karlmannsorkunni. Þannig að ekki gott að vera bara í karlmannsorkunni, við viljum líka vera í kvenmannsorkunni. Sem þýðir ef þú ert mikið í kvenmannsorkunni, bara 2, þá ertu of mikið inni og þá gerur ekkert við lífið þitt af því þú fer bara eftir hvernig þið líður. Og ég ætla að tala aðeins kvennorkuna versus karlmannsorkuna sem við höfum í okkur. Og það mikilvægt að skilja það rétt. Þetta snýst ekki konur eða kalla. Þetta snýst orkuna, hegðun og innri sjálfstjórnun. Og ef langar til þess að vera alvöru maður, þá getur byrjað í dag. Að þið leið og þú líður eins og vilt ekki gera eitthvað og gera, þá ertu komin með karlmannsorkuna. Allavega, kvenorkan í hegðun hljómar svona og hún segir: ég fylgi tilfinningunum mínum. Mér langar ekki að gera hlutina, þá ætla ég að sleppa þau að gera á. Ég ætla að bíða eftir innblæstri, rétt á mútinu, rétt á flæðinu. Ég ætla bara að bíða þá til mér líður vel til þess að gera þetta. Þetta allt frábært. Þegar þú ert að fara að skapa, þú ert að reyna að fara að tengast fólki, byggja nánd við aðra manneskju í sambandinu þínu, faðma börnin, mála myndir, fara í partí. Þannig að við þurfum allan að hafa á kvenorkun að halda, en það gott að geta verið með þann eiginleika að fara ekki eftir tilfinningunum á sumum pörtum í lífinu. Til dæmis þegar þú ert að búa til upp aga, þú ert alltaf draumana þína, búa til styrk, viðskipti, peninga, hugsa líkamann og til þess að fá virðingu. Af hverju? Að þegar kvenorkan eltir tilfinningarnar og hún óstöðug og við vitum að sjálfir, einn daginn líður okkur vel, við erum tilbúin að gera allt sem við viljum að gera, svo líður okkur ekki vel eða erum ekki stuði, hættur óöruggir eitthvað og þá gerum við ekki það sem við höfum að gera. Þó við vitum við höfum að gera, en okkur bara líður þannig að við viljum ekki gera og flýja. Það getur ómögulegt að byggja upp lífi sem mann vil ef maður ætlar að vera á þessu stað. En hvernig þá karlorkan í hegðun? Hvernig þá alvöru maður? Tilfinningarnar mínar stjórna ekki ákvörðunum mínum. Ég geri það sem ég þarf að gera. Ég hef stefnu áfram. Ég held áfram. Þetta að vera með aga, vera heiðarlegur við sjálfa sig, viljastyrkur og vera samkvæmt sjálfu sér, þá nær að byggja upp lífið þitt, leiðir af árangri. Þannig að þegar þú hugsa við sjálfa þig, ég vil ekki, þá segir við sjálfa þig, ég geri það samt. Þessi setning, ég geri það samt, bara eina sterkustu setningu sem menn eru með. Hvernig ætlar að fara að þessu? Nennir þessu, viltu það? Ætlar að virkilega gera það? Ég geri það samt. Ég nenni ekki, ég vil ekki, mér langar ekki, mér finnst það óþægilegt, en ég geri þetta samt. Þegar við sjáum að þetta er hluti af okkar verkfæri, við sjáum að þetta er hluti af okkar ábyrgð að hlutinni gerast. Og ég veit að margir sem vilja vera alvöru menn. Við sjáum ofta á netinu alvöru maður með peningana á húsið, bílinn, alla stelpunar, konunar. En í grunninn þá þarf þetta að vera. Alvöru maður maður sem getur gert þetta og sagt þetta. Bara ég ger þetta samt. Og ef þú gerir það í dag, þá kemur eitthvað moment sem þú vilt ekki, nennir ekki, allar ekki gera, svo bara, já, ég ger þetta samt. Þá ertu orðin alvöru maður. Og þá ertu komið þann eiginleika sem fæstir menn hafa. Það ekkert mál að segja þetta þegar maður nennir þessu, í stuði eða langar í eitthvað. En að segja þetta þegar maður nennir ekki, vil ekki, þá skiptir það mestu máli. Alvöru maður hugsa, já, mér líður kannski ekki vel með þetta, en það breytir engu. En ég geri það samt. Hann þarf ekki að elska verkefnið, hann þarf ekki vilja gera verkefnið, hann þarf bara að gera. Þetta karlmannslega orkan, að vera með karlmannslega orku. Ég get alveg sagt þér eitt sem hjálpaði mér í vinnunni þegar ég var að gera verkefni sem ég hafa engan áhuga, hafði ekki gaman af og langa ekkert að gera. Ég vissi að ef ég latur, þá ger ég hægt og illa og þá ég miklu lengur að því og ég að tefja vinnuna. Það þýðir að fólk horfa á mann sem latan, aumingja og gera hlutina illa, að því nenni ekki gera verkefni. Flestir sem þeir nenni ekki gera eitthvað verkefni, þeir gera þau bara illa og þeir gera hægt og þeir nenni sig ekki, að þetta svo erfitt. Þannig ég vissi það að ef ég nenni ekki einhverju verkefni, þá feika ég að hafa áhuga á því. Ég bara svona plata sjálfur mig, bara veist að ég er með geggjaðan áhuga á þessu. Mér finnst það bara geggjað gaman, gera þetta vel og reyna að vera eins fljótur og ég get án þess að gera þetta illa, sem þýðir að ég er miklu fljótara með verkefnið, að tíminn fljótara að líða, og ég gera þetta vel, þannig ég verð allan sáttur með því búin með verkefni og fólki sem sér mann vinna svona, byrja virðingu fyrir manni, bara ok, vel gert þér, vel staðið. Þannig að þó ég var ekki með áhuga á verkefnunum, þá feika ég áhugan. Þetta er bara fínt, þetta er bara að vera fljótur að þessu. Í raun og veru, þá hefði ég engan áhuga að gera verkefni. Ég bara nennti ekki. Þannig ég nennti ekki eða 5 tímum að gera eitthvað verkefni, ég gat gert það á klukkutíma. En flestir, margir ekki allir, þeir freka bara að gera illa í 5 tíma sem þýðir að þeir þurfa þá að gera þetta aftur eða það eitthvað annar að koma og gera þetta fyrir á. Þannig að þetta er alveg sem ég gerði við verkefni sem ég nennti ekki gera. Ég bara feika að hafa gaman að því.
Það er ekki skrítið þegar þú feikar hafa áhuga fyrir ykkur, þá færðu áhuga fyrir smá, ekki skrítið og þá verður það skemmtilegra. Þroskaða maður er með skýra stefnu, hann vinnur án þess að væla. Þannig að þú ert að vinna og þú ert að drepast í ykkur leiðilegu verkefni og þú ert að væla, það er ekki kallmannslegt. Vinna án þess að væla, að halda áfram og geta treyst á sjálfa sig. Að maður gerir verkefni sem segist að maður ætlar að gera. Það er munur á að væla og tala tilfinningar. Væl er, þú ert að væla neikvæða eitthvað, hvort sem að eitthvað verkefni, eitthvað þér líður og þú ert að gera til þess að fá svona veika orku frá þeim eða fá þá til þess að vorkenna þér eða svona, hvað ég menna. En ef þú segir bara, já, mér finnst þetta bara mjög leiðilegt verkefni, ég er ekki alveg að nenna núna. Þá er það svona, þú tala tilfinningar og það er allt í lagi. En þú ert eitthvað, þetta er svo leiðilegt verkefni, ég er bara alveg nenni, þetta er svo umöðlegt að vera hérna. Og þú veist, farin að væla, það er munurinn. Þannig að, það er tala tilfinningarnar en bara ekki væla út í þér. Og stærsti sannleikurinn, þú öðlast ekki sjálfstraust með að líða vel. Þú öðlast sjálfstraust með að sjá sjálfa vera framkvæma eitthvað og líka þegar líður illa. Sérstaklega þegar þú segist alltaf að gera eitthvað og stendur við það sem þú segir, gagnvart sjálfur, skiptir ekki máli með hitt fólkið, þá kemur sjálfstraustið. Og þú getur byrjað núna í dag. Þarft ekki að bíða þú búin að klára skóla eins og búin að dreyma að fara í. Þarft ekki að bíða eftir og kemst í formi, skilur, byrja í ræktinni. Þú getur byrjað í dag með að lofa einhverju einu litlu og gera aftur og aftur. Þegar þú gerir það, þá segir innra röddin þetta við þig. Ég stjórna lífinu mínu, ekki tilfinningarnar mínar. Þegar maður lærir þetta, þá breytist allt. Meiri sjálfsvirðing, meiri aga, meiri sjálfstraust, betri lífsárangur. Þú verður miklu betri í sambandinu einum. Ef þú vilt laga sambandi með konuna eina eða kæristuna eina, þá mun þetta hjálpa því. Af því þú ert að hjálpa sjálfu þér. Þú ert að fá sjálfstraust gagnvart sjálfu þér. Sambandin verða miklu betri. Þú fær betri heilsu og betri framtíð. Getur þú séð hvað er auðvelt að vera alvöru maður? Þetta er það einfalt og það auðvelt. Ok, það er kannski aðeins erfitt að við erum alltaf að lofa sjálfum okkur að gera eitthvað. En í grunninn er þetta geðveikt basic. Af öllu sem ég get kannski verið að kenna, þá er þetta eitt það krúsal. Þetta er eitthvað númer 1 sem ég myndi segja að mun gera mesta árangurinn fyrir þig. Er að fá þennan eiginleika. Fá þetta vopn. Halda þessu vopni og geta nýtt það þegar þú þarft þess. Ég skal segja þér eitt. Það hafa verið gerðar rannsóknir, til dæmis frá Stanford og University of Pennsylvania, að fólk sem framkvæmir litla hluti sem eru óþægilegir skildu daglega. Sérst, fólk sem framleiðir alla þessa litla hluti sem þau bera skildu til þess að gera, sem finnst leiðilegt að gera, óþægilegt eða forðast, að þá stækkar ákveðinn partur í heilanum einum sem virkar eins og vöðvi. Því meira sem þjálfar hann, því meiri viljastyrk færði og því léttara verður að gera hluti sem þú vilt ekki gera. Og þetta verður léttar með tímanum að gera hluti sem við erum búin að lofa okkur að gera. Ég horfi stundum á þetta að gera eitthvað sem ég langar ekki að gera, að það sé æfingin. Skilur, eins og segjum að fara í kaldapottin, mér langar ekki að fara í kaldapottin. Þannig að æfingin er bara að fara ofan í, ekki að vera ofan í hann. Að þá mitt stækkaði þennan framheila. Að fara í ræktina, horfa eins og æfingu að bara mæta ræktina. Sem þegar ég kannski í byrjun fór ég í ræktina, fór að hlaupa bretti 5 mínútur, 10 mínútur og svo fór ég bara aftur heim. Að ég þurfti að þjálfa þennan part. Í hvers skipti sem þú gerir eitthvað sem þú búin að ákvaða að þú vilt gera en í mómentu vilt ekki gera, þá bætist lífsgæðin miklu meira. Ég kemst þetta inn í með hluti sem segir af hverju þetta eru góð áhrif sem sagt, hvað að segja, bæti inn í hvernig konur upplifa okkur þegar við erum með ákveðna eiginleika. Eins og núna vera með þennan eiginleika. Ég myndi að þú ert í sambandi og þú átt kærustu eða konu og þú hefur bara þennan eiginleika að gera hluti sem eru óþægilegir, sem hún bara kannski situr og bara finnst þetta mjög óþægilegt. Bara eins og eitt skipti þegar ég var að keyra á rúndunum og eitthvað út á landi bara að ferðast með kærustun minni og svo stoppaði bara bílinn og eitthvað gaur að veiða ég á og ég fór bara að tala við hann ána og svo kom ég aftur í bílinn og hún bara hvernig þorður að stoppa að tala við eitthvað random gæja svo þekktir ekki neitt og vissir ekki neitt. Yngri þorriði ég ekki, ég var með lesblindu og átti enga vini í grunnskóla og var bara geðvikt feimin, en ég þjálfa þetta og fyrir henni var þetta bara what, skilu. Þannig að fyrir þig, fyrir þína kærustu, þína framtíða konu, framtíða kærustu, að vera með hann eiginleika geri svo mikið fyrir að þú vilt þjálfa þetta í þér. Og ástæðan okkur í blanda stundum svona hvað þetta hefur góð áhrif fyrir konunar í kringum okkur, af því að ég veit að menn sem eiga erfitt, þeir hafa ekki kannski heillakonu eða ekki með þetta aðdráttarafl að fá konur til sín. Og með þessu fullorðna menn sem eru líka þroskaða menn, sem eru alveg menn, ef þeir
hafa ekki það ability og það eiginlega að geta aðlaga konu til sín, þá líður þeim stundum eins og þeir eru failure á sínu grundvalla eiginleiku sem þeir eiga að hafa, skilur bara hluti sem þeim líður stundum eins og þeir eiga að geta gert, að við sjáum í bíómyndunum, sjáum alls þar annars þar, að maður á að geta aðlaga stelpu og ef menn sem get ekki gert það, eða erfitt með það og ekki búin að læra hvernig á að gera, ekki með sjálfströsti í að gera, þeim líður svona eins og pínu bara hafa feilað sem maður, þannig að þess vegna bæti alltaf inn í hversu mikið áhrif þetta hefur og hitt kynið í að heilla hitt kynið. En þetta snýst ekki bara þig, þetta snýst líka þína framtíð og verkefni hjá þér að gera meira af hlutum sem þú varst búin að lofa að gera við sjálfa, að gera meira af þeim, ekki láta röddina í heilanum stoppa þig. Ég segi svona fuck you við röddina sko, bara ekki með ég nenni ekki fara fram úr, ég nenni ekki ræktina eða hvað sem það þá segir bara fuck you, ég ræð, ég nenni ekki hlusta á þetta. Félaga minni líka með svona rödd, hann bara fyrir að rífast við röddina, bara að þú stjórnar ekki, ég er búin að segja að ég ætla að gera þetta, ég ger þetta, ég er ekki að fara að liggja heima, að hafa kósí eða chilla. Þannig að þetta eiginleiki númer 1 sem menn þurfa að vera með og þú kemst, mitt persónulegt álit, að maður kemst ekki neitt áfram fyrir en að þú getur verið með þetta. Þú getur náð öllu, þetta bara krúsal, þú verður að vera með þetta. Og eitt annað, ég var að fá minn fyrsta supporter. Það linkur hann að buy me a coffee, það var strákur sem heitir Bjarki Freyr að spurja hvort það getur gert fleiri þætti og segja að þetta væri mjög góði þættir. Þannig að ég er bara mjög þakkláttur fyrir það, að heyra það og mjög ánægður, takk fyrir það. Ég mun ekki gera fleiri þætti kannski, bara hafa 2 í mánuði, en ég er að vinna námskeiði til þess að koma öllu þessu upplýsingum á bara 1 stað, þess að ég geti fengið, þannig að þau ekki alltaf bíði í 2 vikur og hans bara supporta $25, þannig að bara takk hella fyrir það Bjarki og takk fyrir að hlusta á þennan þátt, við bara sjáumst næst, menn.